Það komið í sæl. Það komið sunnudagur og þá koma sýnir Egils, jafnt í dag sem aðra sunnudaga. Við erum hérna í seinni hluta maraþons samstöðarinnar. En við ætlum ekki að tala um það núna, en samt hérna í fyrir hluta af Sonum Egils, þá erum við hér áhöfnin á samstöðinni. En í seinni hlutanum koma til okkar 3 gestir. Það Bryndís Harðarsdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokksins, Mörður Árnason sem var einu sinni þingmaður fyrir Samfylkinguna og Steingerður Steinarsdóttir sem ritstjóri Lifðu núna. Allt gott fólk og eflaust skemmtileg umræða framönda þar, en ég býð ykkur allir velkomin. Fólk þekkir ykkur, þannig ég ætla ekki að sé ykkur áður hérna sjálfum. Manst ekki nöfnin? Jú. Ég sagði að pröfa, Marja Lilja, Oddný, Björn og... Nei, hvað heitir þú aftur? Ég segi þetta að ég var þess að mjög langa ritgerð á Facebook frá manni sem var að tala samstöðuna og var að dásama alla stjórnendur og meðal annars þig sem myndir aldrei eftirnöfnin á fólki. Nei, myndir aldrei eftirnöfnin á fólki, sagði þessi maður. Og það var alls ekki illa meint, og hann fannst það eins og þetta sérmyrandi, þetta væri casual og eindalt. Ég held ekki að gera þetta viljandi, Einmitt til að heilla svona hópur svona manna. Og setur á svið mistök til þess að við tengjum í því sem en mannlega mann. Nei, þetta bara svona tungarstækkar með aldrinum. Herði, en við ætlum að ræða eitthvað, við reyndar misvel sofin, það búið að vera vaktir bara í alla nótt og tókst vel að mér skilst ekki. Jú, þetta var stórskemmtilegt. Það allavega tókst að láta ekki koma, sem sagt, munið þegar var þögn í Ríkisútvarpinu, það var alveg ótrúlegt moment. Ég held að ekki komið svona gat í dagskráin okkar nema þá bara nokkra sekúndur, Var það ekki, Bara það var bara auglýsingar, en það var ekkert gat. Ef Facebook einhver mælikvarði þá þetta hafi gengið furðu vel hjá okkur, þá það búið ansi líflegt, Ég held að við sem hérna erum og svo tæknifólki okkar að þetta bara, við erum bara öll reynt fólk og við kunnum bara að bjarga okkur. Ég held að þetta hafi verið þannig. Ég held að kortir að verða konir 30 tímar. Það að vera konir. Það verður konum 30 tímar. Ég held að það sé allt hörku efni, Það ekki lesið upp úr búnaðarblaðinu Frey. Nei, Ólafur Harðarsson á leiðinni hérna út á hann greip mig og hann fór að ræða hvað honum að fundist margt efnið gott. Hann byrjaði að skilja upp ansið mikið, þannig að hann hefur lítið verið að gera með að horfa á samstöðuna. Hann hefur bara setið við. Hann var að tala við okkur hérna líka. Ykkur líka. Svo var þetta viðtal og þetta viðtal. Hann hafði nú sem kannski hlutað fréttum helgarinnar. Því miður að þá hefur sósíalistaflokkurinn verið í fréttum á meðan við höfum staðið í þessari söfnun sem ég veit ekki hvað þeim gengur til þegar við erum að reyna að sækja til almennings biðjum traust til þess að fá að halda áfram hérna samstöðinni þá ríkur upp einhver ásakanir einhver ég bara veit ekki hvað ekki. En Óli var að tala viðtalið sem þú tókst við Sönnu sem ég því miður hef ekki náð að horfa á. Þú hefur haft að vera hnöfn að neppa. Já, ég var bara að gera eitthvað allt annað. Ég hef marg að tala þetta viðtal, þetta hafi verið virkilega gott. Þú hafði nú ekki hlíft henni. Ég hlífti henni þetta ekki neitt og var með fyrirvara að ég hefði ákveðna hagsmuna að gæta. En svo bara saumaði ég töluvert að henni og mér varst hún koma mjög sterk frá þessu viðtali, ég get alveg tekið undir það. Og ég benti á í þessu viðtali með einhverju spurningu að minnst að kosti að sumpart væri bara auðveldara fyrir hann að segja ekki það sem hún sagði í gærkvöldi í þessu viðtali. Þannig að þegar hún bakkar, til dæmis til málflutning, 100% upp, þá það bara mjög trúverðugt að mínum að til. Ég var bara að segja það. Af því hún hefur margar aðra leiðir. Já. En við ætlum eiginlega ekki að tala sjálf okkur svo mikið í... Nei, við vorum að tala Sönnu Magdalenu og Sósíalistaflokkinn. Já. Við erum samstöðin, Ég heyrði. En... Jú, við getum haldið áfram með viljið, Nei, það getur verið að tala meira þetta var gekk vel hjá okkur, þetta var bara gaman. Nei. Við erum ekki búin að rósa okkur sjálfum. Eins og maður benda á það, því að þótt að við erum að gera þetta og auðvitað við erum ekki með tæknibúnað á við RÚV eða Stöð 2 og til dæmis þetta viðtal að það ekki fyrir að útsendingunni líkur hvenær svo sem það verður kannski bara 6 í dag eða eitthvað, ég veit ekki hvað við förum langt
að þá fyrst verður hægt að sko setja á YouTube og dreifa sko einstökum viðtölum. Já, það er búið að spyrja mig svolítið þetta. Það er þá rosalega vinna framöndan hjá tæknifólkinu okkar. Það starfsdagur á morgun, við að klippa þetta saman. Heyrðu, það eitt sem að fólk hefur verið að spyrja mig og það hversu vel hefur okkur tekist til að safna áskrifendum? Það annað sko, af því að við erum ekki, það er engin bókari sem vinnur það er engin framkvæmdastjóri, engin fjármálastjóri, engin mannustjóri, það veit ekki til því. Já, við erum að ráða mannustjóri. Sko þá kemur þetta inn á svo, þetta er bæði fólk sem skráð svo kort og svo eru þeir sem að texti ekki að skráð svo kort og ég sendi e-mail á það fólk og næ því svo aftur tilbaka. En síðan hafa komið svo mikið af tilkynningu frá þeim sem eru áskrifendur og byrjum að tvöfalda og það gerist bara inn í einhverju skjali þannig að ég eiginlega get ekki svarað þessu en þetta er alveg bönns þetta bara gengið bara mjög vel sko. Frábært. En ekki það eru margir, nokkrir allavega búin að hafa samband við mig og segja við séum ekki nógu duglega að minna á hvernig eiginlega eigi að gerast áskrift. Við erum alltaf að tala um að fara hann inn á samstöðin.is og íta á takkasmyndir áskrift en það vefst kannski fyrir einhverjum, jáfnvel höfum við ekki sagt það nógu oft eða það vefst fyrir fólki, það ferli allt kannski. Það á að vera svona nokkuð skýrt og ef að fólk klikkar af einhverjum ástæðum, þú ferð þannig inn með einhverju svona Google skráningu. Ef það klikkar að þá hef ég svona leið til þess að finna sporin og sendi ég e-mail á fólkið. Ef að það klikkar hins vegar þá getur fólk bara að senda á samstöðun.is og senda bara kennitölu og nafn og upphæðina sem við viljum borga. En þetta hefðum bara átt að koma fram mjög snemma í ferlunum. Samstöðin hjá samstöðin.is. Það er sama á við til þess eldri áskrifendur, þess að mér ekki alveg ljóst hvernig ætti ég að hækka áskriftunum mína. Það sem að fólk er að gera er að borga 2750 og segja ég vil tvöfalda það og fer upp í 550 og svo eru, ég held að alltaf 3 sem að borga 550 og hækka upp í 11.000. Að þá er best að senda það bara á samstöðin.is. Og líka ef fólk vil auglýsa og ég bara svo harðsnandi að fara að þylja eitthvað upp gjaldskrá eitthvað svona þannig að ég bara get setta hræjódýrt að auglýsa þetta og það virkar mjög vel. Svo var einhver En fólk getur bara að senda á samstöðin.is og þá bara finnum við út úr þessu með auglýsingar. Svo var einhver konuleika sem hafði samband við mig í einkaskilabúðum og spurði sko er maður þá kaupir maður 2 áskriftir ef maður vill tvöfalda mánaðargreiðsluna? Nei, það er hægt að haka við sem sagt. Það kostur, þegar þú ert í þessum ferli, þá eru nokkrar ólíkar tölur. Það er valkostur að borga þessu grunnáskriftina, 2750, tvöfalda eða fjórfalda. En svo er það líka, en það má líka nefna það að dagskráin opin öllum og svoleiðis fyrir það sem að náði og svoleiðis, þannig að það er ekkit, ef þú hakar út tventa þá færði að hlusta meira. Svo líka fólk sem er bara lagt beint inn. Það er þarna í fréttinni marathonið sem er inn á samstöðum.is, það er reikningsnúmer. Og það er sletta fólki sem gert það, sem að segja bara ég vil ekki til að borga eins og í mánuði og lagt inn bara góðar upphæðir til okkur. Okay. En sko, ekkert lengur fyrir fólki sko, þetta að þú er að haka við hvort þú vilja gerast hluthafi í alþýðufélagi. Það er ekki hluthafi, það er bara félagi. Félagi í alþýðufélaginu. Það eru svona 3/4 sem að vilja vera hluti af alþýðufélaginu og það er náttúrulega skemmtilegra því samstöðin er í eigu alþýðufélagsins og með því að vera félagi þar þá ertu bara áttu samstöðina í félagi með öðrum félögðinum í alþýðufélaginu. En sumir, ég veit það bara, er með einhverju félagsfæli, vil ekki vera einhverju félagi, einhverju vísin og einhverju fundabóð og eitthvað svona. En þá afhakaður þetta og þá eru þeir ekki félagar, þá fara peningandi bara beint inn í samstöðu. En nú er sko aðalfundur vorstjörnunnar á morgun, ekki satt? Og það kom fram í þessu viðtali mínu við Sönnu að hún hvetur fólk sem styður samstöðina og stendur með samstöðinni bara til að skrá sig í félagið og mæta á hana fund. Já, ef að þeir óvildar menn samstöðarinnar ná vorstjörninni sem að leigir þetta húsnæði hér og miða við bara andrúmið sem er frá þessu fólki. Það tók á okkur rennandi vatni og lokuðu, þannig að við erum búin að vera rétt áður við byrjuðum með marathonið. Þannig að við erum búin að vera að gera þetta allt saman á svona einu klósetti og ef ekki væri fyrir Maríu Pétursdóttur sem að smíða þetta borð og hún kom og reddaði vaskinum. Fórstu ekki og keypti vaskina? Ég keypti vask. Og ég María og svo tók ég tók til hendinni. Þetta er bara, svona er þetta bara. Svona er að vera í samfélagi. Þannig að ef að þetta fólk svo sagt nær vorstjörninni og er með húsaleigusamningi þá er okkur náttúrulega ekki vært hérna.
það bara þannig. Og það Þá fyrir við bara eitthvað annað. Það rosalega dýrt, sko. Að byggja stúdíó og flytja það. En í bili má þá bara taka undir óskir Sunnu að hvetja fólk til þess að ganga í Vorsturnu og mæta Já, ég held að það sé mjög mikilvægt og þeir hafa líka fundurinn á morgun Fólk sem er að hlusta á samstöðuna verður bara eiginlega að gera það. Það verður að hjálpa samstöðunni yfir hennan hjalla. Þannig að þetta eru 2 skref. Og líka styðja Sönnu bara í því að Vorsturnar er að mörguleyti sko sanna. Því hún hefur lagt peninga þarna inn af eigin launum og þetta er byggt upp á svona hugsjón að styðja hagsmunabaráttu bara fátæks fólks. Ekki til þess að styðja þessa nýju fórustu í sólstaflunum. Ég held að Sanna við engan að það því. Sko. Þannig að þetta eru bara styðja Sönnu í því að Vorsturnar fá bara að lifa áfram eins og hún var hugsuð. Bara til þess að við séum með IMBA-proof leiðbeiningar þá fyrir fólk sem að þykir vænt samstöðun og er búið að vera að fylgjast með okkur alla helgina og vill hafa okkur í loftinu sem lengst. Það er að fara inn á vefslóðuna vorstjarnan.is skrá sig þar til leiks, það kostar ekki neitt og klukkan 4:30 á mánudaginn. Ég þori ekki að fara með það, ég mann það ekki, 5:30. Klukkan 17:30 á mánudaginn hefst á þessi aðalfundur. Hvar? Hér. Hér. Er það ekki? Það er auglýst. En líka til að maður skýra, þetta er alltaf svolítið flókið, þetta hvort þú vilji styrkja samstöðuna og svo hvort þú vilji vera hluti af alþýðufélaginu og svo hvort þú vilji styrkja Vorstjörnuna. Þetta er doldið kannski mikið. Já, má ég bara segja að þá er sko Vorstjarnan þá er það eiginlega svona rýmið okkar, sko, þetta físiska rými og það er svona eins og það er þetta hérna sem að Regnhlífin. Já, regnhlífin og síðan er það alþýðufélagið sem er þá svona rekstraraðili samstöðvarinnar og fólk getur valið hvort það vill vera hluti af því félagskap eða bara styrkja beint samstöðun en með því að vera hluti af alþýðufélaginu þá eru menn sko að styrkja samstöðuna þannig að menn geta bara styrkt samstöðuna með því að styrkja samstöðuna beint eða það kemur á samastað niður. Það skiptir líka máli, það kostar ekkert að skrá sig inn í Vorstjörnuna og hérna greiða atkvæði á morgun. Það kostar ekki neitt. Ef fólk vil kynna sér það er vorstjarnan.is, það er bara ágætlega sagt frá félaginu. Ef fólk vil kynna sér alþýðufélagið, þá er það samstöðun.is stöðina, þá er bara ágætlega kynnt. En þetta er aðgengilegt allt saman. En þess að það gæti verið að það þyrfti að íta okkur upp úr skafli á morgun með því að mæta á aðalfund Vorstjörnunar og leggja okkur lið. Er það ekki málið? Hvern langar ekki til að mæta á einn aðalfund? Já, segðu, talan við með rifist, sko. Það er aðalfundunir. Það eru aðalfundunir. Ég sé þau. Herðu, en hérna... Það er ótrúlega lífsáski sem endur tekið steðjar að þessari stöð, þessum vinnustöð okkar. Já. Það er veltingur. En það eru hérna... Ekki bara það, en það er alltaf svona leiðindatótt frá mokkanum. En hefur ekki líka þetta að segja, þakka öllum þeim sem eru búin að vera eiginlega, eru bara núna helgina búin að vera að styrkja, eru að renna stóðum undir og eiginlega... Það er gestirni sem hafa komið hingað miðjan nætur. Það er fólk komið hérna með bakkelsi, það var skúffukaka og ótrúlega góðir í svona hafraklattar smakuðu þá. Kleinur. Heimabakaði kleinur og skúffukökur. Kolbrún Valveisdóttir búin að vera að hella upp á kaffi og stökkvin í viðtöl og vera hérna... Það voru mjög skemmtilegt hérna frammi. Samhugur og jákvæðni. Það er límið fram með Kolbrún Valveisdóttir. Og með að við svona leiðindi sem... Hrein og fínu leiðindi sem hafa verið frá sólstaflokknum, þau hafa ekkert verið hérna frammi, sko. Nei, ég er ekki búin að fylgjast með þeim, ég hef ekki... RÚV kom í heimsókn í fyrsta skipti, sagði frá því að væri búin að opna sjónvarpsstöð. Já, þeir eru búin að fáta það. Við vorum í beinni útsendingu í gærkvöld, það var mjög gaman. Ég hef einmitt heyrt í fólki sem að vissi ekki að samstöðin var til og veit það núna, af því að það var að horfa á fréttir RÚV. Þannig að kynningarstarf það má kannski hugsa sem svo að þótt mjög margir þekki samstöðina og notana, þá eru það samt sennilega fleiri sem eiga eftir uppgötana. Við erum aldrei á neitt pening í marka sem kynningarstarf. Það nú öll bara við erum einhver staðar. Svo er eitt sem ég hef eftir að segja ykkur, sko, að því að sumriti var þetta bara tilraun að vera með svona útsettingu allan sólarhringinn. Og hún hefur bara virkað vel, þannig að planið er eiginlega að halda því áfram. Ég veit að því að hvað er þetta málþóf, að þá hafa fleiri verið málþófi en við. Hafið þið fylgst með málþófun á Alþingi? Ekki helgina. Ekki síðan við fórum í málþófinu. Já, nei, það málþóf að ég helgina. Það er ekki allir seginn helgina. Sko við vinnum á sunnudum, þetta er nú ekki samt að kvarti við því svo Karl Gauti Hjaltason gerði, hann átt svo bótt að hann þurfti að vinna einu sinni á sunnundi, blessaði kallinn. Já, ég tók eftir að það voru endalaust þingli á föstudagskvöldinu. Þannig að þá var eitthvað að gerast. Er komin eitthvað niðurstað? Það er þingfundur aftur á morgun klukkan 10.
ég hef búin að reyna mikið að fá, hérna, ég sá fyrir mér að fá þingflokksformenn, sko, hverjir myndu svara mér og slíkt, sko. En einu svörin sem ég fæ þaðan eru, sko, við meðum ekki segja múkk, sko. Við höfum ekki komið neinn viðtöl því ef við segjum eitthvað sem að öðrum mislíkar þá geta allt fuðrað upp. En það með sjálfstæðismenni að þeir eru einu sem sendu þingmann, kemur hérna eftir, Bryndís Haraldsdóttir sem hérna verið virkur þáttakandi í málþófinu og hérna varaforsetum þingsins og mjög áberandi í þessar umræðu allri, þannig að hún kemur. Ég held að það sé skoðanakönnun maskínu, að við dreigið hérna svona tjaldið frá og bæði Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn vilja enda þetta bara svo fyrst. Losna út úr þessu. Út úr þessu málþófi? Já. Þetta er bara eiginlega flokkana. Fólki farið að langi sumafrí og svona. Nei, þetta er bara eiginlega flokkana. Þannig að við mistegist að auka fylgi sitt. Já, og bara miðflokkurinn ríkur upp og Sjálfstæðisflokkurinn fyrir niður, munar bara sko 5% stigum með. Viljum við ekki bara halda þessu áfram svolítið? Það er bókun 35. Hverfur bara? Sko, hérna miðflokkurinn var einn á móti bókun 35 og hann er að njóta þessi á þessum hörðustu hægri. Ég held að hann hefur náttúrulega verið leiðandi í þessu málþófi. Já, Bergþór Ólason er foringi í stjórnarandstæðunni. Það er ekki gott ástand fyrir Sjálfstæðisflokkinn og ekki heldur fyrir Framsóknarflokkinn. Ég held að það hafi gerst núna þegar könnunin birtist að þess vegna var allt í einu komin bara fundarhlé vegna þess að allt í einu komin vilji í 2 af 3 stjórnarflokkunum að hætta þessu. Stjórnarandstæðuflokkunum. Og ég meina Sjálfstæðisflokkurinn sagði bara, þú veist, við bara þolum ekki 2 daga í viðbót, sko, við erum að stoppa þetta. En sumir þingmanna minnihlutans munu koma heim með skottið á milli lappana ef þeir ná ekki að hrekja veiðigjaldafrumvarpið út af kortinu og það verða þung spor við heimkomu hjá sumum þingmannum Sjálfstæðisflokks. Sérstaklega sem hafa ræturnar inn í sko, borgarklubben 35. Sko. En er það þessi virði að flokkurinn komin niður í 17%? Er það þessi virði að vera í málþófi núna fram í ágúst og fara með flokkin niður í 12%? Hvað er það þessi virði að tapa sko milljónum og milljónum aftur á mokkonum að því að hann á að vera að halda upp í vörnum þau förum ekki inn í Evrusambandið? Já, en Sjálfstæðisflokkurinn er sjálfstæð kennitala. Já, nei, þetta er sama fólki, sko. Hvernig hugsar það? Já, ég veit ekki. Já. Við skildum ekki vanmeta gildi upplýsingavaldsins og ég held að þetta sé bara smarti sem eru að tapa á mokkanum með að við hagsmunina sem þeir eru að verja, sko. Já, ég held að tapa sko mokkan sé bara, hérna, þetta eru bara stóra samhenginu. Ég held að bara hvað þeim hefur tekist að verja kerfi sem allir eru meir og minna brjálaðir út í. Meðal annars með því að beita málgagninu Morgunblaðinu eins og þeir hafa gert. Það er heldur ekki eiginlega möguleiki fyrir ríkisstjórnina að enda þetta þing á þess að veiðigjaldi fari í gegn. Já, þau eru búin að tala bara bæði Þorgerður og Kristur tala þannig. Það er bara trúverðuleiki ríkisstjórnarinnar er bara, hann er undir núna. Þá kemur, þá er hótunin að það sé nota þetta sem er með þetta astanlega orð þannig að kjarnorkusprengja, það sem verður bara slökkt á málþófinu, sem ég held að yrði vinsæl ákvörðun og ég held að yrði þar með yrði bara nýjar leikreglur í þinginu, bara svipað og þegar Ólafur Ragnar notar málskostréttin, þá er bara komin ný regla og allir verða glaðir við það, bara leið og þetta gert og allir glaðir við það. Og þá er það spurningin sko hvort að Sjálfstæðisflokkur hugsa eitthvað svona til þess að forðast það, þannig að við töpum og það er vinsælt að við töpum, ættum við að semja eitthvað en ég bara veit ekki alveg hvað það geta semjað sko. Ef þetta er rétt af ykkur að Sjálfstæðisflokkurinn sé bara stjórnmálaarmur LÍU, og getur ekki semjað neitt. Stór hluti hans. Það er náttúrulega bæði formaðurinn og varaformaðurinn eru það. Sko. En LÍU var að klofna, Guðmundur í Brim. Jú, svo er það, maður veit ekki alveg hvað er að gerast þar sko. Mér finnst það vantið en þá skýringar innanfrá. Já, ég hitt hann sko eftir að hann var kjörinn formaður og ég segi hvað, akkur kusir því, þú væri óvinsælasti maðurinn. Já, en það er kusið minn, ég ætla bara að vera hann í 2 ára eitthvað leys. En svo var það bara 2 mánuðir eitthvað. Svo heyrði ég þá í morgun eftir morgunsjónvarpið mitt, þá voru þeir ég var að þingmaður Flokksfólksins, hvað heitir hann? Einar? Nei, sem er með þætti á, ég bara, þú veist, ég er svo þreyttur, ég man ekki neitt, sjávarútvegsspjallið, Grétar Mar, Jón Baldvin og þriði maður, þeir voru að tala um að Samherji væri að koma meira inn í Ólafssi, alveg rétt, þeir voru að tala um að Samherji væri að koma meira inn í sín
Hafið þið eitthvað heyrt af því? Já, hún er komin í stjórnina, hún Heiðrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS. Já. Vitum við að Samherji er að auka hlut sinn í sín? Já. Liggur það fyrir það? Já, í gegnum skel og þeir eru orðnir, eru þeir ekki með... Skel það ekki Jón Ásgeir og félag? Jú, en það eru einhverjur, ég held að þeir hafi verið að auka hlut sinn í skel. Mér minnir þetta hafi verið eitthvað svoleiðis flétta, en ég hef séð þetta með að þeir séu að auka hlut sinn í... Ég hef leyft mér að segja í þessum málþófi á nokkrum stöðum núna, sem við fórum í lofti klukkan 7 á laugardagsmorgun, að sú sviðsmynd sé vel möguleg að hér á Íslandi innan skamms verði engir aðri fjölmiðlar heldur en Ríkisútvarpið og 1 eða 2 stórútgerðar fjölmiðlar sem að gangi náttúrulega ákveðina erinda. Og samstöðu. Já, við erum að reyna að vera hérna. Það er ekki að sjá Samherja inn í stærstu hlutunum. Þetta er fyrirtæki sem hann á þarna, hvað heitir hann sem varður ríkur á Kreditinfo. Já. Hann er með stóra hluti og svo er það Skel sem er Jón Ásgeir og félagar. Okay. En svo er þetta lífeyrissjóðir, Gildi og... Þeir eru kannski að styðjast með einhvern orðróm eða eitthvað. Svo er það náttúrulega í þessu, þá er oft bankarnir notaðir, einhver sjóður á vegu bankana sem á allt í einu 10% í þér og 5% þar og þannig að það getur verið eitthvað svoleiðis sko. Ég veit ekki hver er það sem að vill fá framkvæmdastjóra SFS inn í stjórnina, það lítur að vera eitthvað hluta við. Já, væntanlega. Sem að gerir við sko ritstjórninni alveg ómögulegt. Það þurfa alltaf að geta þessi þegar það fjalla sjávarútveg. Þess að geta að framkvæmdastjóri SFS er stjórnarmaður í... Já, í sín. Þau hafa nú sagt að eitthvað í fréttum á það. Nei, maður ekki. Eins og við þurftum að gera áðan þegar Árni Eir talaði við pappa sinn sem hún reyndi að tók fram að vera pappi en hann situr í stjórn Alþýðufélagsins. Já, hefði ég átt að geta þess. Nei, alls ekki. Þetta er ekki svona fjárhagslegir hagsmunir, það er öðruvísi. Nei. Er það ekki? Jú. Sagður svona, hæ pappi minn. Sagði einu sem pappi. Já, ég sagði þetta í lokin, sko, en hann er búinn að vera bakvakt, sko, alla helgina, eins og þegar ég var þáttakandi í að skipuleggja maraþon í Norræna húsinu. Þá var hann á bakvakt ef það myndi, sem sagt, ef myndi verða þögn, þá ætluðum við að stökkva inn og það var svona MIDI-orgel og ætluðum að syngja nokkra sálma með svona rammagsorgeli. En svo, sem betur fer, kom bara ekki til þess að við þurftum að fara í þann sálmasöng, en hann hins vegar söng Tom Jones lög og það var allir bara með, sko, bæði náttúrulega mjög margir með og ég fekk aðeins þennan feeling sko, í nótt og í dag, hvað eru bara það er þetta sam hana, ég meina, því þeir að tala með svolítið leiðilegt, sko, að við skulum þá enda umræðina á Samherja, að Samherja skildi, sko, það er svo dæmigert að svoleiðis fyrirtæki skuli, sko, hafa eignað sér einhvern veginn þetta fallega orð, Samherji og Þeir keyptu fyrirtæki sem hét Samherji, sko. Þeir fundu ekki upp nafnið. Nei, en bara þetta þeir náttúrulega græða á því að þannig, sko, þegar þeir keyptu Guðstein Tóran í Hafnarfirði, þá hét útgerðarfyrirtæki hann Samherji, þannig að þeir hafa bara notað það nafn. En hvað hefðu við gert ef að Samherji hefði bara skellt þarna inn á þessu kennitölu sem hún sagði, alveg ofboðslegum styrkin og samstöðina og þá væri þetta kannski myndi heita síðan Samherjastöðin. Við getum sagt nei takk, sko. Það hefur bara ekki komið til þess að ykkur hafi verið að vissa fyrir í okkur, sko. En ef það kæmi eitthvað svolítið, þá myndum við bara segja nei takk. Það hefur komið fram að því að ég veit ekki hvort ég megi nefna Sósíalistaflokkinn að það hefur komið fram hjá núverandi forystu að þau séu svona íhuga að halda áfram að styrkja samstöðuna með ströngum skilyrðum og það segir bara samstöð bara nei takk. Herrið, má ég aðeins halda áfram með þarna því ég er svo leiðinlegur, ég er svona alltaf í fréttunum, sko. Það er núna búið að boða hluthafafund Íslandsbanka og þar á að ræða bónusgreiðslur til stjórnenda og þetta á að gera áður en þeir sem keyptu, sko, hluti í Íslandsbanka hafa áhrif á, sko, sem hluthafar. Þannig að þeir eru að hlaupa fyrir horn með þetta. Síðustu stundu. Að það er halda hluthafafund til að geta komið góðu bónusgreiðslum til stjórnenda bankans. Svo er búin að því. Ég heldur að, hvað var þetta mikið? 42% sem voru selt. Ríkið, bara fjármálaráðherra fer með þau atkvæði í dag. Heldur hann sé líklegri til að samþykkja bónusgreiðslurnar heldur en fólki sem... Ég er ekki að búið þennan hluthafafund, sko. Nei, ég er að spyrja. Nei, ég er að segja að það er búið að boða þennan hluthafafund með þessum látum, sko. Ég held að, ég meina, með ætti ekki ríkið bara að nota síðast atkvæði. Nei, það er aldrei notað. Ríkið? Ekki.
Eftir að ríkið seldi sinn hlut í Íslandsbanka virðist núna eiga ríða á vaðið eins og allt sem gerðist fyrir hrun sé löngu gleymt og að menn hafi ekkert læst. Þetta Bolli Héðinsson, nýkjörum bankaráðsmaður í Seðlabankanum sem skrifar þetta. Þetta sem sagt að eiga samþykki þetta af því að ríkið hætt að greiða atkvæði. Já, það alltaf hætt á því að þetta byrja aftur. Þetta náttúrulega stórkostlegu skaði að vera að veita bankafólki bónusa. Já. Það bara leiðir til glæframennsku og það bara hægt að, það bara sólið rök fyrir því að þetta bara eigi ekki að vera svona. Það sé nú ekkit auðvelt fyrir flokk fólksins að verja þetta. Þau eru búin að selja, sko. Þau er ekkert í... Þau, já, ekki að segja það. Nei, en sem sagt, sko... Verið þetta enginn í pólitíkinni, það er algjör tvíp sem fer að verja þetta. En fyrir ekki að spyrja, erum við ekki inn í þættinum Synir Egils? Jú. Erum við gestirnir, sko, í svonum Egils? Já. Já, en þið... Það er sem að taka stjórnina. Nei, alls ekki, sko. Við getum að sætaskipti. Nei, þú mátt alveg samt, þú ert ekkert endilega að tala um það sem ég er að tala um. Nei, ég verð alls ekki setja neitt á dagskrá, sko. Ég var bara spökulegur, sko, hvort það væri, hvort að við verðum nokkuð að halda sætunum fyrir það væri aðri gestir. Nei. Varstu komin út í hver er ég, hvers vegna er ég? Já, þið eru auðfúsu gestir. Hvað er ég að gera í þessu stúdíu? Er ég gestur hér? Já. Eða stjórna ég einhverju? Já, við vorum að tala um vökulögin frammi, sko. Já. Þarna, sko, fólk sem tekur langar vaktir og sefur stutt og svona, svo þá einu sinni var ég í svo og þá ætlaði ég segja veitni ég ætla að segja réttu mér stálið til að stála hnífið minn og sagði réttu mér straujárnið og við hlógum og við vorum ekki gert það í langar tíma við vorum bara að vera engin vörn sko. Svefngalsi. Við vorum eins og í steinbít sko, stóðum upp í klofi í steinbít sko og bara settust niður bara skellilegandi. Þannig að þreytt fólk getur sagt hvað sem er. Já, það bara út af því sko. Mér fannst eins og við ætlum bara að tala um marathónið og kannski, en maður þarf svona eins og aðeins að hrista hausina, allar reyna að segja eitthvað að viti sko, að því að þið eru alltaf eins og svona málefnalega gesti að við eigum þá líka vera. Já, þú varst þið hérna áðan með fína reynslubolta. Já, aldeilis. Já. Stórkostleg menn. Það alveg brakaði í heilanum á mér að sko bara það var stórt samhengi og spennandi sko og hérna vetrardagskráin hérna samstöðin alveg teiknaðist upp fannst mér og sumarfríi sko því að ég var svona að leggja til að allir væri að teikna upp svona einhverja pólitíska ása sumarfríinu. Voru þeir þess að mennindir sem voru í viðtali með heimaverkefni? Já. Þeir eru pennan á morgun eða ég bara kannski sjálf mér var þetta mjög pennaveski og skólaflöku ég allavega bara sá fyrir mér svona nokkra ása sem væri gaman það væri gaman að þið líka myndi gera þetta svona pólitíska ása út frá ásunum sem að Ólafur Haraldsson var að kynna sko og maður væri svona eins og í samræði við þá ása þetta ekki spennandi sumarverkefni eða Við Ólafur tölum, hann tala náttúrulega hældi dagskrán sem búin að vera hérna, svo tölum við líka um leikinn í kvöld sem er KRFA, við erum hérna með sikkur liðinu og hann sagði mér að F-fangar er búin að búið til auglýsingu þar sem Friðrik Dór tekur eina torfu af vellinum í Kaplakrika í Hafnarfirði og fer með hann inn í Laugardal og gervigrasi þar sem að leikurinn fer fram af því að F-fangar vinna alltaf á grasi en tapa alltaf á gervigrasi og þetta er svona einhverju húmóri á þeim en ábyggilega gaman fyrir þá. En mér finnst mjög fallegt hvernig KR-ingar eru alltaf að mæra árangur þjálfarans nýja sem tapar öllum leikjum. Því stærra sem hann tapar því betri er hann. Já, sko, þeir finnst fótboltinn svo fallegur og í hver skipti sem við fá 0 stig og hitt liðið skora 5 mörk þá er þetta samt alveg frábært að þetta er svo fallegu fótbolti. Það voru 6 mörk, ekki draga úr þessu. Nei, það er hérna, sko, sáleikur var alltaf rosa mistök, sko. En myndu það að leikin áður að þá hérna voru þeir rændir helviti miklu á móti Víkingi sko þegar varnarmaður viljandi með höndunum og fær bara guldspjald og skora svo rétt eftir. Þetta er rán sko. Við gleymum þess ekki. Þetta er heill þáttur. Ég oft reyndið að vera með íþróttaþátt sem heitir Bekkurinn. Það getur verið áhaldabekkurinn eða varamannabekkurinn. Mér líst vel á þetta. Spennan utan hvort heldur með FH eða KR? KR. Mér finnst þú eigir að koma með eitthvað svona, einhvern þáttum eitthvað sem við erum aldrei að sjá, sem eru lætin á millileikja og átökin. Já, það getur verið gaman. Nei, ég er ekki þannig típa. Nei, kannski ekki. Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ, hann er alveg vill koma til mín ef að ég byrja með íþróttaþátt.
margt að ræða. Aldrei þið hlusti ekki á það sjálfur? Jú, 100%. En gúrka í fréttunum? Nei, þingið á fullu, Smári, það er ekkert að gera þingið. Ekki í dag. Í dag? Nei. Hvað vitum við um það? Maður var ánægð með gönguna í Ungverjalandi í gær. Já, hætti það. Já, því. Magnað að sjá myndina, maður. Það var mér fannst ægilega að vera frétt helgarinnar. Hvað gískur að vera margir? Ég hef ekki heyrt töluna. En þetta spilast öðruvísi fyrir Orbán. Það er miljón manns. Já, bara sýnir mann að það er ennþá hellingsvon, sko. Já, kjarka fólk til. Já, kjarka fólk. Íslendingar áttu fullur að það þýðir ekkert að henda voninni. Íslenski fáninn var að Býtu var þetta kröfuganga? Það var svona gay pride. Já. Ungverjaland sem sagt bannaði. Lögum, sko. Já, ég skrifa undir Amnesty International, já. Svo var það með myndavélar sem greina andlit, sko, til að reyna að fiska út sem voru þarna og þeirra býðu 70.000 krónar sekt. Og bannað var í gay pride í Ungverjalandi. Þetta er dæmi að það sé að vakna upp einhver andstaða við vaxandi fasisma og Trump. Já. Við höfum verið að búa til kenningum að Trump muni vera bakslag í fasismann. Það sem að fólk var svona að horfa fram á að hægri myndi taka yfir bara stjórnmálin hægt og bítandi, umræðu vettvanginn og allt þetta. Að tilvera Trump valdi því að þeir sem kjósa ekki að fara þá leið að rjúki til Ungverjalands og mótmæli. En þið var líka, ég heyrði í vikusskammtinum hjá þér, mjög áhugaverð umræðu var ekki nýr borgarstjóri í New York? Jú, nei, hann er ekki borgarstjóri. Hann er hann vann prófkjör demókrata. Já. Heitir Zoran Mamdani, 33 ára gamall. Múslimi, indverskum ættum í gegnum Uganda. Einhverju leyti, sko. En mammas er kvikmyndagerðarkona. Og er hann ekki lengra til vinstri en gengur að gerist í þessum geira? Hann væri kannski, hann væri bara rópaður út af borðinu á Íslandi. Hann vil að borgin reki matvöruverslanir til þess að búa til nýtt verðviðmið og styrkja samkeppni. Þess að eins og við sitjum uppi með einhverja 3 keðjur sem að okra okkur. Það var einhver í gær sem að talaði það okkur við myndum ekki allan að opna svona ráðvöruverslun, samvinnu, svona kaupfélag. Manstu hver það var sem rætti það? Nei, það var bara í umræðinu. Ég með eins og þú, ég man ekki neitt. Það er svo mikið. Nei, það var... Kannski verið Þröstur Ólafsson, hann var nú Þröstur Ólafsson. Nei, já, ég veit það, nei, þetta var í gær. Ég skal muna eitthvað tíma. Þórdís var að tala hún er með, hvað heitir það, feldfé? Já, innmitt. Sem er hvað? Sem er fé með svona ekstra ull. Þú mátti sem þetta áttu við rollu en ekki... Ég var að vanda mig svo mikið að segja ekki rollu. En það að almannavaldið eða samvinnufélög reki verslanir er ekki, það bara þótti bara sjálfsögt viðbrögð á síðustu öld við þurfum að verjast okrinu. Það fyrir bara núna til Akureyrar í því samhengi. Núna þykir það orðið alveg rosalega djörf hugmynd og látið alltaf eins og samvinnufélög, það var reynt en það bara virkaði ekki. Og það er náttúrulega verið alltaf sem að segja þetta sósíalisman. Það var reyndur þarna í einhvers staðar Norður-Kóreu, það bara virkaði ekki. Þess vegna keyrum við bara á kapítalismann. Svona hugmyndir það sem er eiginlega. Og það sem ég hlustaði svolítið, hafði ekki tekið eftir honum. Ég hafði bara tekið eftir honum, hann gerði eitthvað svona bandalag við annan frambjóðanda þar sem þeir voru í svona hálfgerðu kosningabandalagi sem var svolítið sérstætt. Þá var ég eitthvað aðeins að lesa hann og hlusta á hann. En svo hef ég ekki hlustað á hann nema eftir að hann vann. Og þá var náttúrulega svolítið svona spirit í honum. En hann eiginlega, þetta hljómar eins og frelsisbarátta almennings að endurheimta borgina. Borgin er eiginlega bara fyrir hinna ríku og auðugu eins og margar þessar borgir eru, þannig að þau bara kaupa upp allt besta landið
eru þar allt svona í kringum að það er alltaf verið að reyna að narra auðkýfingarna til borgarna með því að lofa þeim skattaafslætti og ef einhver vil byggja eins og Trump, hvað heldur hann að fengi mikinn afslátt á alls konar dóti þegar hann er að byggja þessar byggingar sínar. Og það er bara hugmyndin við viljum bara hafa þannig að þessi hægt að búa hérna. Það verður að lækka matvöruverðið, það verður að lækka húsnæðisverðið, það er að vera eitthvað svona öryggi og við vinnum bara allt og mikið og við erum að geta átt bara gott líf. Við bara, ég mæti í vinnu og ég sinni mér bara ágætlega þar og við erum hérna með einhverja fjölskyldu og okkur með við ekki bara eiga gott líf. Okkur við að vera að þjóna einhverjum Jeff Bezos og einhverju svona liði. Hvaða rugl er þetta? Þetta hefur bara verið kallað stimplað sem öfgar hingað til. Þannig hann að svona gera þetta bara að... Já. Og þá er það spurningin sko að þetta verði svona vakning. Þetta verður fólk að einhvern veginn að vakna við það. Þú ert ekki verbúð Samherja sko. Bara hristaði Samherja. Ég man að fyrir einhverju síðan að þá og ég held að það verið viðskiptaráð sem reiknar alltaf skattadaginn, veitu hvað það er? Og það sem er eitthvað svona reiknað út hvað af launum almennings fer í skatta og svo er það haldið upp á það einhvern tímann í byrjun maí og þá þú að vera búin að borga ríkinu. En ef þú tækir sko auðvaldið, þar sem að þau taka í sko arð til sín og hagnað og arðránið frá laununum okkar, að þá ættu við að halda upp á sko auðvaldsdaginn 17. júní því þá erum við búin að borga auðvaldinu alveg allag dagana, þá erum við búin að vera að þræla fyrir auðvaldið. Núna fyrst getur farið að stjúkum frjálst höfuðs. Þetta eru ójafnvægi í samfélaginu. Ekki það ríkið taki eitthvað til þess að reka heilbrigðiskerfi og menntakerfi. Ég kannast ekki við neitt sem er að væli við því. Það var alls konar fegur fólkin í því þegar samfélagi fyrir norðan, KEA, átti flest fyrirtæki á Akureyri. Ég tók viðtöl einhvern tíma sem blaðamaður við fólk sem að manna þessa tíma mjög vel og þar með bent til dæmis á það að KEA hafði í rauninni þá skyldu að allir hefðu atvinnu. Og ef einhver gerði ekkert gagn í atvinnunni þá var hann samt ráðinn. Þannig að sko KEA sem við höfum oft svona talað niður þessa samvinnu hugsjón og samvinnu félag og allt það, en þeir voru þarna líka sko í hlutverki ríkisins með í rauninni félagslega aðstoð og skyldur og atvinnuleysistryggingasjóður þurfti ekkert að borga af því að KEA bara sá það hlutverk KEA, þeir voru svo stórir og ráðandi, það var hlutverk þeirra að allir hefðu vinnu. Og það er alls konar svona mál þetta sem náttúrulega bara skilningurinn á hvað ríkisvald er bara, þú veist, það náttúrulega, við erum alltaf að tala um ríkið eða ekki ríkið, en við þurfum kannski bara að byrja á líka að tala um hvernig erum við þá að skilgreina ríkið og ég rætti það einmitt við karlföður minn þetta með sko eftir unnið á Ríkisútvarpinu sko, það er ekkert alveg sjálfsagt hvernig við skilgreinum það bara Ríkisútvarp hvort það er þjóðarútvarp, almannaútvarp, sko. Þannig að mér finnst eitt af því sem við verðum líka að, þegar við erum að teikna þessa ása þetta í sumarfríinu, sko, þá þurfum við að skilgreina hvern ás þegar við erum með einkaframtakið og ríkisvaldið. Hvort það er, í hvaða skilningi það er það ekki? Það er að verða meira svona ríkisstjórnarútvarpið, finnst mér. Já, það er svolítið mitt annað. Mér finnst skammalegt að vera með ráðherra svona inn í settinu. Þetta segja fréttinnar. Og svo já, en þú ráðherra, hvað segir þú? Mér finnst það skammalegt. Ég sérstaklega þar að fréttinnar eru á svona miklu leyti fengnar af vef stjórnarráðsins sko, og úr tölvupóstfanginu, sko, fréttatilkynningu. Það er mjög mikil nálægð við valdið hjá fréttastofu Ríkisútvarpsins mjög mikil nálægð. Pælið þessu, þú ert að segja fréttir, það var tekinn ákvörðun að gera þetta og eitthvað svona, en kannski bara best að valdið segja þetta bara sjálft og vilt þú ekki segja fréttir þetta? Mér finnst þetta bara, hvaða rugl er þetta? Mér finnst þetta og ég hef nú oft vitnað það, kannski fólk voru þreytt á að hlusta það, Adam Curtis, hann var einmitt að tala þetta og þessi lýðræðisbylting sem að pabbiðinn var hluti af og Adam Curtis og hans kynslóð í BBC sem var það þegar Ríkisútvarpið var búið til á BBC í Bretlandi að þá hugsaði fólki hvað er það eiginlega? Það lítur að vera málpípa þeirra stjórnvalda sem almenningur velur hverju sinni. Svo þegar við komum inn í 68-byltinguna, þá verður svona þessi innri lýðræðisbylting að valdið er ekki alveg svona eitt, sko. Þannig að við verum að láta fleiri raddir heyra og við verum að færa sjónarhornið til almennings. Þetta er almanna útvarp og við verum að segja fréttir og lýsa samfélaginu og sjónarhorn almennings, í augnað almennings, en ekki að ofan frá ríkinu. Í einhver leyti hefur þessi
bylting sem að náttúrulega voru þeir fjölmiðlar sem að vikingum inn í þegar við vorum að byrja. Það var þetta hugsjónin, sko. En einhver leyti hefur þetta gengið tilbaka, sko. Þannig það eitthvað svona menningarleg hrörnun í okkar heimshluta. Það var líka það sem ég var að tala við strákana áðan hann rétt á undan, að það sko að Ólafur Þ. Harðarson sannfærandi og ég var ekki að gagnrýna, en hann kemur fram með ás og kynnir hann og raunverulega svolítið sprengir upp sko samræðu pólitík og setur eiginlega mér fannst eiginlega svona þrívít í þá pælingarnar sem sagt að vinstri hægri, hann með annan ás þarna, bara mjög mikilvæg, og nú var að nefna að það væri fleiri ásar og svoleiðis. En að því að kannski hann kynnir það svolítið inn í svona umræðu sem að við erum orðið svolítið, við erum orðin svo óvirk að við erum farin að líta á það, og hann var að segja það sko, við erum farin að líta á það sem, og þeir líta á sem einhvers konar lögmál sem hann að kynna, en ekki tæki til samræðu sem að við eigum að, eða okkur til upplýstingar og til samræðu, þannig að þú ert að tala þið er að tala að koma ofan, þú veist, að þá er umræðilega fréttastofan og Kastljós þá einhvern veginn eitthvað sem gefur okkur upplýsingarnar, en ekki gefur okkur tæki til þess að... Meir en að gefa upplýsingar, það var náttúrulega sko eiginlega brjálæðislegt í COVID. Að þá leit fréttastofan á það sem hlutverk sitt að hemja almenning og svona skammta honum upplýsingar í svona, og það mátti eiginlega ekki verða of mikill órói því það samt voru þessi blaðamannafundir alltaf í beinni útsendingu, sko, það sem þríeyki kom. Sko. Það bara þríeyki kemur og messar. Já, en þau gáðu alltaf færi á spurningum. Jú, en tölu ekki bara, heldur þau voru með blaðamenn fyrir fram að sig. Það var samræða. Já, þau voru með blaðamenn fyrir fram að sig. Björn Ingi bara, viljinn bara rauk upp úr öllu. Björn Ingi á Viljónum. Hann var duglegur, hann vilji að spyrja. Hann stóð sér vel. Vilji Ríkisútvarpsins var að koma skilabóðum og þríeykið náttúrulega stjórnvald. Það var næstu sko fyrir ofan Ríkisútvarpsins. Það var mesta stjórnvald sem við haft á Íslandi. En hafði þó sko spyrla fyrir fram að sig. Jú, en þetta var fólk sem hafði völd, sem eru meiri völd heldur við nokkuð haft á Íslandi. Og þau héldu bara blaðamannafund, það mátti spyrja, bara Björn Ingi spurði einn á hverjum einasta degi við að koma einhverju sjónarmiðum í gegn. Fréttastofan kom fram og taldi að vera sitt hlutverk að koma þessum sjónarmiðum í gegn. Þannig að við vorum allt í einu mætt á móti bara svona mjög valdamiklu valdi og fréttastofu sem taldi að vera sitt hlutverk að koma því og hemja almenning. Þannig er kannski fréttastofan að ríkisbatteri notað á neyðartímum, eins og bara ef það er neyðarástand að þegar að fólk á að yfirgefa heimili sín vegna náttúruhamfara, þetta eru almannavarnir þarna og það er mörguldi skiljanlegt einhvern veginn finnst mér, en svo kannski villóðsbrelana við er ekki að svona neyðarástand bara framlengist svona og við gleymum að íta á... Það var kannski neyðarástand í 4 daga? Nei, þegar er eldsumbrot að tölum við Magnús Tuma. Já, þetta var í 2 ár og það var ekki neyðarástand alla daga, sko. En ertu þá að meina, hérna Smári, að það þurfa að velja annarkvort eða, hvort að ríkismiðlinn ætlar að vera bara þessi framlenging, upplýsingaveita, almannavarnir, allt þetta, en þá kannski... Mér finnst að fjölmiðlinn eigi að taka sjálfstætt mat, að meta það sem er sagt, tína til fleiri sjónarmið, og það er bara þeirra hlutverk að þannig að við mætum hérna sem hlustendur og við erum svo sem að gera þetta leikókráði við samstöðuna. Ef að þessi lýsing mín á RÚV er rétt þá mætir RÚV hann og allast þess að hlustendur komi og taki skilabóðunum á sannleikunum. Við mætum og segjum hér er vandamálið og vonumst til þess að hlustandi taki þátt í okkur að greina það, reyna að skilja það og þann sé raunverulega virkur þáttakandi í lýðræðislegu samfélagi. Það er ekki virkur þáttakandi í lýðræðislegu samfélagi sem að fær bara skilabóðum frá ríkisfjölmiðlum ríkisstefnuna. Nei. Það er bara við erum komin bara, hvað er þetta? Þetta er eitthvað svona mjúkur fasismi eða eitthvað? Það minnir mig á skilabóð margra viðmælenda minna á meðan þessu maraþóni hefur staðið að allt frá fyrstu viðmælendum til hinna síðustu hafa margir minna viðmælenda í lokaorðum beðið okkur að gæta þess að véfengja, spyrja róttækra spurninga, vera gagnrýnin, fljóta ekki með að sérstaða okkar og ábyrgð okkar felist í því að vera aldrei hluti af einhverjum autopilot straumi, heldur alltaf að spyrja. Og er það ekki bara veganestið okkar? Mér finnst þetta að vera svo mikilvægt að horfa á að hlustandinn og áhorfandinn
hann sé þáttangandi í því að taka afstöðu til mála. Það er ekki allast þess að hann er bara einhverju sérfræðingar eða valdið eða eitthvað sem að finna lausningar og hann svo að velja hvort hann ætlar að fara í ESB eða ekki. Hann má bara taka þátt í því að skilja ESB og hvað það getur og við þolum líka hlutinni séu svolítið svona mörk í stundum og það sé ekki alltaf svona einfalt því það er í pólitíkinni allir að segja okkur að það er bara þessi lausn og allt annað er bara landráð og eitthvað svona eins og við erum í Bandaríkjunum. Nei, þess vegna sko við erum að segja á COVID-tímunum þá hafði ég sem persóna enga möguleika til að efast réttmæti þess sem að þríeiki var að gera. Ég bara hafði engin spil og hendi til að spila mótið. Ég bara byrjaði strax og segja byrju, þú varst að segja mér áðan að ef ég fengi bóluefnið að þá yrði ég ekki veikur. En núna ertu að segja mér að ég taki bóluefnið en ég verði veikur en ég verði bara minna veikur. En núna ertu að segja mér að ég verði kannski ekki minna veikur, ég get orðið bara mikið veikur en samt eigi að taka fleiri sprutur. Ég var bara að hugsa svona, ég var að hugsa, af hverju er þessi umræða ekki í gangi? Nei, þú, sko, það er bara náttúrulega, sko, lyfin sem voru notuð, þau höfðu ekkert verið prófuð jafn mikið og venjulega gert vegna neyðarástand sem var í heiminn. Já, þá er það bara þannig að við erum hérna með svona sem er ekki testað og ætlum að gera það og þá er eðlilegt að segja en hins vegar það var alltaf sagt. Þetta er svo við segjum bara Hafrannsóknastofnun. Hún kemur og segir, heyrðu, við verðum að hafa hérna kvóta og vegna þess að við ætlum að byggja hægt og bítandi upp stofninn í sjónum þannig að hann verði ekki 200.000 tonn, heldur 500.000 tonn og þetta mun taka okkur kannski svona 7-8 ár. Svo líða 7-8 ár og það er ennþá 200.000 tonn og svo líða sko 17 ár, svo líða 27 ár og má ég ekki segja, heyrðu, halló, þið eru alltaf að segja eitthvað og það stenst ekkert að þessu sem þið segið. Nei, það er bara samkomulaginn á þingi, í stjórnmálunum, í öllum fjölmjölum að megi ekki gagnrýni Hafrannssonar veiðiráðgjöfina vegna þess að þá erum við á móti vísindunum. Nei, já. Víst er þetta svona? Já, það er ekki smá. En þú fegst mikið hrós einmitt frá hérna sem þú varst að vísa í, sko. Ég heyrði einhver tala um að hvernig þú hefði tekið viðtal við fréttastjóra RÚV og þú hefði, það var einhvern veginn svo góð lýsing að þú hefði einhvern veginn gert það af ákveðinni svona leyft honum að koma fram svona... Ég held sko, það er einmitt svona leið sem að ég hef verið að temja mér svona síðustu ára því að ég var einu sinni, þá var ég rosalega mikið svona reið og fylgdi mér svona fast í ákveði lið og hlustaði ekki á mótherjum mína og ég fyrir vikið þá einhvern veginn svona gengur ekki neitt og allir eru leiðir og það vill enginn vera vinur mannesku sem er alltaf reið og brjálið. Æ, var það svona? Nei, ég er aðeins að ekki, ég er aðeins að dramatísera þetta. En kill them with kindness. En það sem mér hefur, sko, ég hef lært á þessu, er að hlusta og líka, sko, mér langar alltaf svo að skilja. Og sérstaklega fólk sem ég er mjög ósammála og mér þykir kannski bara vera að segja tómavitleysu þá legg ég mig alveg ekstra fram við að svona, sjá það var einhver að lýsa þessari aðferð að þú hefur eiginlega bara verið kurteis, sko, en spurt alltaf ítrekað aftur og aftur að því sem var svona skrítið og bara spurt á aftur og aftur og aftur sem náttúrulega mitt gefur hlustundu þá eiginlega verður svolítið leikrit þar sem maður heyrir þá svarið í svolítið nýju ljósi. En ég held að þetta hafi líka með það að gera að vera á einhvers konar rófi og þurfa að fá svolítið svona beinar upplýsingar til þess að skilja hlutina og mér finnst mjög erfitt að fá svona flækir. Áður fyrir nota ég þetta þannig að segja er þetta svarið þitt? Já, alveg ákveðin í því. Þú það. En það sko, ég vissi að vara svona á hálum ís með þetta. En heyrðu, við verðum að fara, það er fullt úr þessum, en ég þakka ykkur fyrir. Sömuleiðis takk. Björn, Oddný og Marja Lilja. Það er reyndar eitt sem að þið með ekki fara vegna þess að þegar við erum búið með þáttinn, að þá kemur hann í lokin, hann Brynjar Karl, körfuboltaþjálfari. Allar með sigur og. Hann ætlar að, vorum við ekki beðin að öskra? Hann ætlar að taka hálfleiksræðu. Hann ætlar að leikgreina leikmenn samstöðurinnar. Við þurfum að finna svitaböndum. Við þurfum smá peppir, því svo höldum við bara áfram með dagskrá hérna. Svo heldur áfram, þetta er ekki ára búið. Kemur svo í... Við erum að fara að hleypa nýjum gestum. Ég var að segja fólkinu sem er að horfa og hlusta á okkur hvenar marathónútsendingu samstöðurinnar lýkur sirka í dag. Ertu ekki með? Krummi er búinn. Og það er klukkan hvað? Krummi Björgvinsson kemur síðast. Eða 78
2 tíma. 36 tíma. Ok, herðu smá pása, svo koma nýju gestir. Húnavellir, fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Ertu á leið norður? Húnavellir er fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Tjaldsvæði með rammagni, gistiheimili, sundlaug og heitur pottur, líkamsrækt, leiksvæði fyrir börn, sparkvöllur, veiði í Svínavatni, rafmagn, sjólalega, morgunverðarhlaðborð, kvöldverðarhlaðborð fyrir hóp og húsbílar eru velkomnir. Hópatilboð í boði fyrir ættarmót, stóramæli, fjölskyldu og vinafögnuði. Allar upplýsingar á hunavellir.is og í síma 861 23 19. hunavellir.is. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. leigjendasamtökin.is